Það ekki margir sem að vita hvað fer fram í þessu gróðurhúsi hér í hrauninu við Grindavík, en þar hefur nú verið opnuð gestastofa í grænu smiðju fyrirtækisins Orf líftækni. Græna smiðjan vistvænt 2000 fermetra hátækni gróðurhús sem nýtir jarðvarma, íslenskan vikur og hreint íslenskt vatn til þess að rækta byggplöntur, en hún getur hýst alltaf 130.000 byggplöntur á sama tíma. Orf líftækni hefur þróað tækni til að framleiða sérvirk prótein í byggi, en aðferðin afrakstur áratuga vísinda og þróunarstarfs. Prótein þess eru notuð sem innihaldsefni í bioeffekt húðvörur fyrirtækisins, selt til læknisfræðilegra rannsókna og nýtt í önnur þróunarverkefni fyrirtækisins. Rúmur áratugur síðan gróðurhúsið opnaði og ári síðar kom vörumerkið bioeffekt á markaðinn og nú hefur verið opnuð gestastofa í gróðurhúsinu. Já, tímasetningin kannski engin tilviljun, eins og nefndir að þá verður bioeffekt vörumerkið 10 ára á næsta ári og gróðurhúsið varð 10 ára í fyrra, þannig að það var við hæfi að opna gestastofuna þarna mitt á milli og bjóða bæði viðskiptavinnum okkar og auðvitað bara Íslendingum sem og ferðamönnum yfir höfuð að kynnast starfseminni og kynnast vörumerkinu og vísindunum þar á bakvið. Hvernig hafið hugsað ykkur að nota þessa gestastofu? Verður þetta opið fyrir alla eins og maður segir flesta daga? Já, við höfum hingað til geta nýtt gróðurhúsið talsvert í okkar erlendu markaðssetningu, bæði myndrænt, ljósmyndir í markaðsefni og þess háttar, og eins þegar við fáum hingað til lands erlenda blaðamenn, þá höfum við getað boðið þeim í gróðurhúsið og sýnt þeim það. En nú erum við í rauninni að opna dyrnar á gátt fyrir gestum og gangandi og við teljum að það sé svona rétta næsta skrefið til þess að taka í vegferðinni að gera þá bæði ferðamönnum og Íslendingum sem að vilja kynnast vörumerkinu og fyrirtækinu á bakvið vörurnar betur, gera þeim kleift að koma hingað og skoða hátækni gróðurhúsið okkar og kynnast söguna á bakvið þetta allt saman. Já, þetta svolítið sérstök starfsemi. Við erum hérna að rækta sérstaka plöntur, byggplöntur með svokallara erfðatækni, og þessar byggplöntur eru að framleiða sérvirk prótein sem við höfum framleitt, og með mikilli fyrirhöfn þá hefur okkur tekist að búa til þessar plöntur og síðan sem framleiða þessi prótein sem við síðan notum í ýmsa vörur og meðal annars í húðvörurnar okkar bioeffekt. Og þessi starfsemi hér skiptir okkur mjög miklu máli. Þetta gróðurhús alveg einstakt í veröldinni og svo tækni sem við notum hér til að rækta þessar plöntur, og við völdum á sínum tíma sérstaklega þennan stað. Hér náttúrulega jarðhiti til staðar og geysileg náttúrufegurð, og það hefur skipt okkur miklu máli bara í markaðssetningu okkar erlendis. Við notum húsið mjög mikið, hingað koma margir erlendi gestir, blaðamenn og aðrir, og hafa upplifað þetta hús og umhverfi hérna á náttúruna. Þannig að við teljum okkur bara vera mjög heppin að vera hér. Hafið þið verið að ná góðum árangri með ykkar vöru og þá sérstaklega kannski ef við horfum til útlanda? Já, við búum alltaf við það að vörurnar eru mjög góðar og voru sérstaklega á þeim tíma sem að vörumerkinu var hleypt af stokkunum mjög einstakar. Þannig að okkur tókst að fá umfjöllun og áhuga og athygli og það var svona stutt við það með góður vöru. Við höfum auðvitað vaxið hratt síðan þá og við gerum ráð fyrir að sölutekjurnar á þessu ári hjá okkur slægi upp í 2 milljarða. Smásöluverðmæti vörumerkisins er 3-4 sinnum hærra en sem því nemur. Við erum á 27 mörkuðum og höfum verið að vaxa þetta svona 30% á ári undanfarin ár og sjáum fram á áframhaldandi sóknartækifæri við það. Er ein vara hjá okkur eitthvað heitar en önnur, er þetta heildarmerkið? Það er ennþá þannig að fyrsta varan sem við sendum frá okkur, EGF Serum, hún er söluhæsta varan okkar og svo sem að við leggjum mesta áherslu á í markaðs- og sölustarfi. Hún endurspeglar í rauninni allt það sem að við stöndum fyrir mjög vel, sem eru vísindin, reynleikin, virknin og Ísland, og þessi vara stendur enn fyrir sínu og er enn í dag svona rétt helmingur á okkar sölutekjum.
Má beða að lýsa aðeins vörunni fyrir þá sem ekki vita hvernig hún og hvað hún Já, þetta eru húðdropar sem að byggja á aðalinnihaldsefni sem við framleiðum í gegnum byggkerfið í gróðurhúsinu hérna bakvið. Aðalinnihaldsefnið prótein sem heitir EGF, stendur fyrir Epidermal Growth Factor og þjónar mjög mikilvægu hlutverki í líffræði húðarinnar. Hjálpar okkur að í rauninni vinna á móti náttúrulegri þróun sem á sér stað í húðinni. Eftir því sem við eldumst þá minnkar EGF magn húðarinnar og það veldur því að vatnsmagn í frumum, kollagenframleiðsla, teygjanleiki húðar og fleiri þættir sem að svona gefa húðinni þetta unglega yfirbragð. Það dregur úr þeim eftir því sem við eldumst og þetta í rauninni góð leið til þess að vinna gegn þeirri þróun og halda húðinni hraustlegri og unglegri. Er þessi vara einstök á heimsvísu? Já, hún er það bæði út frá vísindunum sem að standa að baki hennar. Þessi plöntu baseraði próteingrunnur sem að liggur þarna baki en ekki síður í raun fyrir íslensk innihaldsefni, íslenskt vatn hendar alveg afspyrnu vel í framleiðslu á snertivörum og þess fyrir utan þá svona uppskrift og vísindastarf sem liggur að baki vörunar, þannig að fyrir margar hlutasakir þá hún einstök á heimsvísu. Ef þú myndir útskýra fyrir okkur meðaljánuna, hvað það svona sérstakt við þetta sem þessa vöru ykkar? Já, við sem sagt þróum tækni til að framleiða í byggfræi ákveðin prótein sem við til dæmis finnum í mannslíkamann og skipta gríðarlega miklu máli, til dæmis varandi öldrun húðar, og með okkar tækni þá tekst okkur að framleiða þessi prótein í byggfræinu. Síðan uppskerum við fræin og fínhreinsum síðan þetta prótein úr fræinu og notum það síðan til dæmis í húðvörur. Við erum með mjög mörg slík prótein í framleiðslu. Sum þeirra notum við eingöngu í húðvörur en önnur prótein notum við síðan í stofnfrumurannsóknir sem allt annar hluti og tengist ekkert húðvörunum okkar. Upphaflega þegar hófu starfsemi hérna, var þá stefnt að því að gera húðvörur? Nei, alls ekki, en það sem við stefndum að var í rauninni að búa til kerfi, byggkerfi sem gæti tekið og framleitt hvaða prótein sem og fyrst og fremst prótein sem upprunalega koma úr manninum. Svo fórum við bara að spá í það hvaða prótein við ættum að framleiða og það er flokkur próteina í manninu sem heita frumuvaggar og þetta er svona samskiptaprótein í líkamanum og við ákvæmum bara einbeita okkur að því að framleiða þessi prótein og það vil bara svo skemmtilega til að þessi prótein eru bæði mjög mikilvæg í húðinni og mikilvæg til dæmis fyrir ræktun stofnfrum og svo framvegis sem var upphaflega hugmyndin. Þið þá að fá bygg sem þið noti hérna annars stað frá eða þið að rækta það hérna? Við ræktum allt hérna. Við búum í rauninni til alveg sérstök afbrigði af bygginu og skölum það upp og þannig að allt bygg verður til hér á staðnum og það sem kemur út úr þessu húsi er í rauninni byggfræ sem við síðan sendum í próteinhreinsi verksmiðjuna okkar í bænum og þar tekum við langt og strangt ferli og þetta endar síðan í endanlegri vöru, Biofect vörunni. Síðan þurfum við að hvetja þessar stofnfrumur til að mynda plöntur og síðan þurfum við að safna þessum plöntum og síðan komum þessu plöntum fyrir í vikri, við ræktum allt í vikri og síðan veljum úr bestu plönturnar, við uppskerum þessar plöntur, hér eru fræin, við afhýðum fræin, svo mölum við þessi fræ og síðan fáum við prótein hérna út í þetta úrdrátt hérna og síðan tekum við langt ferli hérna sem ég stytti sem fín próteinhreinsunin og þetta endar hérna í frostþurrkuðu dufti og þetta er reynda bara held ég flúrsykur eða eitthvað og vegna þess að eins og við tökum hérna fram að 1 gramm af gulli þetta til $40 en 1 gramm af EGF sem er ódýrasta vaxtahátturinn $50.000. Þetta er svona til að gefa ykkur hugmyndir og þetta endar síðan í þessari flösku hérna, í þessari vöru. Á þessum það vel 10 árum hefur mikið gerst, hefur þróunin verið svona eins og sást fyrir? Nei, hún hefur kannski ekki verið svona. Auðvitað náttúrulega kom okkur óvart þessi velgengni Biofect. Hún kom okkur mjög óvart og það að við séum núna í 28 mörkuðum erlendis og
og að við séum í fínustu verslunum erlendis, í Harrods í London og við erum söluhæsta varan í ANA, japanska flugfélagin og svo framvegis. Auðvitað náttúrulega gerum okkur ekki grein fyrir að þetta myndi enda svona eða ganga svona vel. En hins vegar höfðum við alltaf trú á því hvað við vorum að gera og við höfðum trú á tekninu og við höfðum trú á viðskiptamódelinu sem við fylgdum eftir. En var viðskiptamódelið öðruvísi í byrjun? Voruð þið að stefna á annað heldur en húðvörur? Það má eiginlega segja að við vorum að stefna á það að framleiða til dæmis þessa frumuvaka, þessi litlu prótein úr manninum og við vissum það að þeir gætu farin á mjög ólíka markaði. Sumir frumuvakar í dag eru mjög mikilvægir í krabbameinslíf til dæmis og aðrir geta nýst í til dæmis í húðvörur og aðrir í rannsóknir og svo framvegis. Þannig að við vissum það bara með því að ná tökum á þessari framleiðslu þá gætu sótt inn á mjög ólíka markaði, svo bara kæmi í ljós hvaða markaði myndi fyrst ganga upp. Var það hugsanlega þá lyfjamarkaðurinn? Já, auðvitað náttúrulega höfum hort til hans en það náttúrulega mjög langt og strangt ferli og fyrir lítið líftæknifyrirtæki sem við höfum verið þá það allt og mikil áhætta fyrir okkur og við þyrftum alltaf að vera þá í góðu samstarfi sterka lyfjaþróuna aðal og svo framvegis og við veitum svo sem ekki hvað við gerum í framtíðinni en við erum ekki búin að loka á það en núna þetta gengur svo vel að við náttúrulega reynum að einbóta okkur að því sem vel gengur. Hverjar verða ykkar áherslur í fyrirtækinu á næstunni? Já, við höldum áfram að byggja upp vörumerkið og þetta auðvitað einn liður í því að gera ferðamönnum og Íslendingum kleift að kynnast vörumerkinu betur. Við höldum áfram að auka við sölu með markaðsstarfi, með vörumerkja uppbyggingu og frekari útbreiðslu á lykilmörkuðum. Það má segja að Asía sé svona það svæði sem í mestri sókn hjá okkur, kemur kannski mikið á óvart með við þróun efnahagsmála á heimsvísu.